Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að fræðast Mærudagana á Húsavík og handverkshátíðina á Hrafnagili. En þetta eru árvisi viðburðir. Velkomnar til mín, Guðrún og Eva. Þið eru svona framkvæmdastýrur eða verkefnastjórar eða hvernig titlið ykkur? Ég framkvæmdastjóri Mærudaga á Húsavík. Já. Framkvæmdastjóri handverkshátíðar í Eyjafirði. Já, og þið eru að taka við þessu starfi eða ekki af einhverjum öðrum? Já. Og eru að setja ykkur inn í þetta og hvernig gengur? Hvernig líst þér á? Mér líst bara rosa vel á þetta. Já. Virkilega. Þetta er mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. Mærudagar hafa verið stundum heil helgi, stundum einn dagur. Hvernig verður þetta í ár? Sko, þetta verður bara með ósköp svipuð snið og hefur verið. Já. Það er sem sagt, Húsvíkingar byrja með svona garðatónleikum á fimmtudegi. Já. Þannig að þeir eru sem sagt, hverfin skipta sig í þrjú hverfi og hvert hverfi á sinn lit. Já. Og svo er bara boðið upp á hérna svona garðatónleika inn í garði hjá. Já, bara hinum og þessum. Já. Og svo er svona setningahátíð á föstudegi þar sem hverfin verða með svona litablöndun. Skrúðgöngur kannski? Já, þetta er svona skrúðganga og og það verður eitthvað svona, þú veist, bryggjuball þarna á föstudeginum, sko. Og svo er laugardagurinn svona helsti dagurinn, svona stærsti dagurinn. Þannig að það verður svona ýmislegt að vera. Og mesta fjörið er þarna niður á Bryggju, það ekki? Já, niður á Bryggju er svona aðalsvæði. Já, akkúrat. En handverkið á Hrafnagili er kannski stærri hátíð, viðameiri? Já, þetta er náttúrulega 4 dagar. Já. Þetta er frá 50 til sunnudags. Og þetta er náttúrulega rosa stór helgi hérna á Norðurlandi. Það náttúrulega eru fiskidagar, sömuhelgi á Dalvík. Heldur það hjálpist ekki bara að? Jú, algjörlega. Fólk svona kíkir á báða staði? Já, maður heyri það að fólk er að koma til að fara á fiskidagana og kíkja á handverki líka. Það er alveg, vinnur vel saman. Og þarna á Hrafnagili þá er íþróttahúsið alveg lagt undir hönnuðina. Já. Og svo er allt lifandi hérna fyrir framan líka og allur bara skólinn einhvern veginn undirlagður. Já. Er einhver breyting, heyrði ég, varðandi íþróttahúsið? Getur eitthvað aðeins sagt okkur frá því? Já, það var svona komið smá pressa á að aðeins að svona poppið upp, gera eitthvað aðeins nýtt. Það náttúrulega er í 27. skipti. Í álfur? Sem að hátíðin er haldin, þannig að það var, Já. Við sem sagt ákveðum að sýningakerfið sem er í salnum. Já, þessi básar. Básarnir, já. Þetta hefur verið alltaf mjög svipað, svona kassalaga, svolítið lokað. Þetta er kannski eins og pínu völundarhús. Já. Þannig að við ákveðum bara í samræði við þann sem að leigja okkur kerfið að reyna að gera þetta aðeins opnara. Já. Þannig að básarnir eru ekki alveg eins svona niðurnjörvaðar lokaðar. Það eru... Er bara búið að lækka veggina þá eða bara breyta þessu? Já, breyta hvernig þeir eru stillt upp. Þeir eru svona meira út ská og verðt með bak fyrir aftan og svo svona aðeins meira ská. Þannig að þetta er svona kannski aðeins opnara og við hvetjum bara fólk til þess að, eða sýnendur til þess að koma með sitt eigið, stilla upp eitthvað skemmtilega. Það hefur aðeins meira pláss fram á gólfið. Já. En komið alveg jafn mörgum fyrir og... Já, það... En svona... Er þetta aðalbreytingin á hátíðinni? Já, þetta er nú ekkert stórvægileg breyting, en bara svona aðeins, það er nauðsynlegt að breyta aðeins til, sko. Þannig að, já. Þetta hafa verið alveg tugir þúsunda sem hafa komið þarna þessa helgi. Jú, það er alveg... Hvernig er þetta hægt? Hverjir eru það sem eru að baka tjöldin? Þetta náttúrulega væri ekki hægt án þeirra. Það eru bara félögin úr sveitinni, það eru kvenfélögin, Björgunarsveitin, Ungmennafélagið Samherjar. Þetta væri náttúrulega ekki hægt án þeirra. Það eru þau sem vinna alla vinnuna bak við þetta. Þannig að það er eiginlega alveg ótrúlegt, sko. Skemmtilegt að sjá að það eru, þetta eru ömmur og afar, þetta eru mömmur og pappar og krakkarnir. Krakkarnir eru að passa svæðið. Eru þið ekki í hliðinu svolítið? Jú, kvenfélagskonurnar að selja miðana og Björgunarsveitin sem stillir öllu upp. Það er náttúrulega alveg og ungmennafélagið í vöfflunni og veitingunum. Einmitt. Og fá þá þessi félög eitthvað af inngangseyrunum í sína sjóði? Já, þetta er einu svona fjáröflun fyrir þessi félög, sko. Þannig að það er ótrúlega gaman að sjá hvernig allir bara koma saman og allir glaðir og vinna og bara... Og þú ert þá í nánu samstarfi við öll þessi félög? Já. Og svo núna í ár er nefnd með mér, þannig ég er ekkert alveg eini í þessu, með nefnd sem hefur aðila úr hverju félagi. Þannig að við hittumst alveg á hálfsmánaðar fresti og það er fólk sem er kannski búið að standa í þessu 27 sinnum, sem er mjög gott að hafa með sér. Bara algjörir reynsluboltar og bara guðs lof, sko. Akkurat. En þetta er kannski
þú væntanlega líka í samstarfi við einhverja þarna á Húsavík og gerir þetta ekki alveg einn. Já, ég svona eiginlega bara komið mér inn í nýtt jobb, sko. Já. Og þetta svona mest á mínum hörðum, en svo mun maður heyra núna í Húsvíkingum. Já. Og þetta náttúrulega klárlega fyrirtæki bæjarins sem að styrkja þessa hátíð, þannig án þeirra og frjálsra framlega einstaklinga, þú veist, þá ekki hægt að halda þessa hátíð, þannig að klárlega þetta sko, já, ég í samstarfi náttúrulega við öll fyrirtækin. Í rauninni, getum haft það þannig, sko. Já. Og svo, þegar maður kemur aðeins lengra inn í skipulega, þá fer maður að fara að heyra í, sko, þeir sem hafa áhuga að sinna gæslunni og það hefur verið skotfélag Húsvíkinga og slíkt, sko, þannig að þetta svona, jú, bæjarbúi að taka alveg virkan þátt í þessu, algjörlega. Og bryggjuballið, það eitthvað búið að skipuleggja hverjir halda upp í fjörunni þar? Það Sko, ekki að föstudagskvöldinu, en svo maður svona aðeins að fara að vinna í á laugardeginum. Ég kom með allan með, sko, svona barnadagskrá, svona barnafjör á bryggjunni og þannig að Björgvin Frans og verður með svona skemmtun sem kallast Bíbí og Björgvin. Já. Þannig að þetta svona pínu svona leikrit með söng og dansi og svona uppákomið sem ætti bara að henta, þú veist, allri fjölskyldunni í rauninni. Og svo á laugardagskvöldin svona hátíðatónleikar. Þannig að það verið að vinna í því. Ég kom með aðeins á dagskrána. Ég ekki tilbúin að upplýsa alveg strax. Nei, við skulum hafa aðeins spennu. Já, og það þarf held ég að vera þannig, sko. En það alveg komið með alveg vel á veg, sko. Þannig að það verður mikið að vera. Svo hefur verið þarna tífólí á bryggjunni og sölubásar þar sem Húsvíkingar og aðrir koma og selja varning. Og náttúrulega einhvað sem matakins. Það mjög gaman að reynda skemmtilegt að Ísleifur sem á Hlemmi í Reykjavík, þeir búa til ísinn á staðnum. Þannig að þeir ætla að fá að koma á Mærudag og selja bráðgóðan ís á bryggjunni. Þeir tengjast Húsavík ekkert kannski beint? Nei, þeir bara Reykvíkingar sem bara langa að koma og prófa og mér fannst það alveg stórsniðug hugmynd að þetta svolítið svona sjónrænt. Já, þetta svolítið svona gjörningur að búa til ísinn. Já, sjá hvernig ísinn þinn búinn til, sko. Þannig að það verður gaman að sjá þá þarna líka, sem svona nýjung þarna í matarmenningunni þarna. Já, akkurat. Ætlið á Hrafnagili heldur eitthvað að vera með nýjungur eða hefðbundin sala á veitingum? Ég held að það sé bara svona eins og það hefur verið, sko, svipað, en við ætlum að hafa semst í ár bændamarkað. Já. Það hefur alltaf verið svona matvælatjald. Já. Við ætlum að hafa þetta núna bara sem bændamarkað, þannig að safna öllum saman sem að selja einhver matvæli á einn stað og reyna að skapa svona markaðsstemmingu. Gerður einhverja grein fyrir hvað það gæti verið? Það svona kjöt beint frá bíli, ísinn þarna? Ís, holdsili. Holdsili. Þetta alls konar harðfiskur. Ekki einhver með hunang? Jú, hunang, sultur, kæfur. Já, það fullt. Alls konar spennandi. Einhver uppskera verður kannski komin í gang hérna í ágúst? Já, kartöflur. Já. Þannig að það bara tilhlökkunarefni, bæði mærudagarnir og handverkið. Þakka ykkur kærlega fyrir að kíkja til mín í föstudagsþáttinn og bara gangi ykkur vel. Takk kærlega. Farið ekki langt því handan við auglýsingarnar ætlum við að hitta nýjan bæjarlistamann Akureyrar.